Vatn. Vatn er nauðsynlegur þáttur í lofthjúpi jarðar, hvort heldur sem í föstu, fljótandi eða loftkenndu formi. Það guðar upp fyrir tilstilli hita, berst með vindi, þéttist í kulda og er sífellt á hreyfingu, breytir ástand og flytur mikla orku alla jörð. Vatni veldur einnig margs konar stórbrotnum veðurfyrirbærum svo sem snjókomu, regnbogum, þoku, hagli og fellibyljum. Vatnsgufa í andrúmsloftinu. Vatn er mjög útbreitt á jörðinni. Rúmtak þess er 1360 milljónir ferkílómetrar sem er 0,2% af heildarrúmtaki jarðar. Andrúmsloftið inniheldur einnig verulegt magn af vatni. Rakinn, sem er vatnsgufa loftsins, stafar einkum af uppgufun úr höfunum og af útgufun plantna. Raki er afar breytilegur eftir hvar á hnettinum boraði niður, en hvergi er alveg rakalaust, jafnvel ekki á þurrustu svæðum jarðar, eyðimörkunum. Ís, vatn og vatnsgufa. Eins og flest efni er vatn til í þrenns konar ástandi, í föstu formi, sem vökvi og sem lofttegund, allt eftir hita og loftþrýstingi. Við meðal loftþrýsting við yfirborð 1013 hektópascal frýs vatnið 0 gráður Celsius og síður við 100 gráður Celsius. Í föstu formi eru vatnssameindirnar mjög bundnar hver annarri og mynda 6 hindakristalla. Á vökvaformi er hreyfing sameindina ekki nógu hröð til þess að þær losna alveg frá hver annarri, en samt og hröð til að þær séu bundnar eins og í föstu formi. Vatnssameindir á gufuformi hreyfa svo mikið að þær bindast alls ekki hver annarri. Uppgufun vatns. Vatn getur breyst í gufu við lægri hita en suðumark 100 gráður Celsius. Við uppgufun drekka vatnssameindirnar í sig hita orku, fara á hreyfingu, yfirgefa vökva og verða þar með vatnsgufa. Þetta getur einungis gert ef loftið yfir vatnsyfirborðinu er nægilega þurrt til að það geti tekið við nýjum vatnssameindum. Uppgufun vatns fer eftir hita, þrýstingi og loftraka. Mettun lofts. Ef ástand loftsins er þannig að það getur ekki bætt við sig fleiri vatnssameindum, er það mettað. Þessi eiginleiki fer líka eftir hita og þrýstingi loftsins. Hlýtt loft getur innihaldið meiri raka en kalt. Ef mettað loft kólnar, breytist hluti af vatnsgufu þess í vatn. Það er, hún þéttist. Það hitastig sem gefur fulla mettun loftsins er kallað daggarmark. Morgundögg verður til þegar loftið kólnar niður fyrir daggarmark á næturnar. Þegar loftið er mettað verður gufuþétting jafn hröð uppgufuninni. Eðlisraki og rakastig. Eðlisraki er nákvæm mæleining á magn vatnsgufu í tilteknum loftmassa og breytist hvorki við breytt hitastig né loftþrýsting. Samt sem áður gefur eðlisrakin ekki til kynna sambandi milli hita og raka sem er undirstaða margra veðurfyrirbæra. Rakastig gefur til kynna sambandi milli vatnsmagns í loftmassa og þess vatnsmagns sem þarf til að viðkomandi loftmassi sé mettaður. Rakastig mettað lofts er því 100% en væri 0% í algjörlega þurru lofti sem reyndar fyrirfinnst ekki í náttúrunni. Það sem rakastig er háð hitastigi, eykst það við lækkandi hita og er hærra nálægt pólunum en í hitabeltissvæðunum. En hvernig upplifum við loftraka? Í miklum raka er erfiðara að svitna. Þess vegna orkar það á okkur sem óþægileg hitaaukning þegar rakastig hækkar. Mælikvarði á það hvernig fólk upplifir hita við mismunandi rakastig fæst með því að sameina þessa tvo þætti og finna þannig út mismunandi gildi. Gufa og ský umhverfis jörðina. Vatnsgufa er ósýnileg en ef notaðir eru innrauðir geislar til að skoða hana sést dreifing vatnsgufu í andrúmslofti jarðar. Aftur á móti er vatn sýnilegt á vökvaformi og því hægt að greina það á ljósmyndum. Þannig sjá ský sem innihalda vatnsdropa